Já, bækur eru innlegg inn í samfélagsumræðuna og þess vegna fjöllum við oft bækur sem koma út. Það geta verið bækur sem fólk að skrifa, bara kannski beint inn í íslenskt samfélag, en það geta líka verið bækur sem verið að þýða og geta líka verið gamlar bækur, því að eldri bækur þegar þær koma inn í samtímann þá fá þær kannski svona, já, ég segi ekki annað erindi, en þær hafa annars konar erindi inn í samtímann. Það ekki þannig? Jú, það Bjarni Atlason sem var að þýða hér, ég segi ekki gamla bók en samt bráðum 100 ára gamla bók, ekki? Eftir Jósef Broz, Gyðingar og faraldsvætti. Já, þetta tæplega 100 ára gömul bók og þarna eftir austurrískan höfund sem fæddur rétt fyrir aldamótin 1900 og deyr árið 1939 og var gyðingur frá Galísíu, þá austurrísk-ungverska keisardæmið en í dag innan úkraínsku landamærana. Og þetta svona útjaðar þess stóra samfélags sem fjölþjóða samfélags sem að Austurríki-Ungverjaland var á þeim tíma sem nutu keisaranum í Vínarborg en voru Pólverjar og Tékkar og Úkraínumenn og Rútenar og fleiri þjóðir. En áður að förum með í efni bókarinnar, því ég var að tala svona að bækur hafa ólíkt erindi, svona hvernig komin í samtíman. Þessi bók hefði kannski haft svona annan blæ í umræðinni fyrir 7. október í fyrra. Þú nefnir að hann frá hluta af Úkraínu. Rússneska bókmenntir fengu allt aðra merkingu eftir innrás Rússa í Úkraínu 2022. Þannig það oft gerist svona hlutir. Þegar þú kemur með þessa bók inn í samtíman okkar núna í dag, að þá þetta svona, hún svona hlaðnari. Það meiri skjálft í þessari bók núna heldur en hefði kannski verið fyrir 10 árum eða. Algjörlega og það var nú ekki með vilja gert. Ég byrjaði að þýða þessa bók talsvert fyrir 7. október. Keypti hana síðasta sumar þegar ég var á ferðalagi og ég hafði lesið nokkra kafli hennar sem hefðu birst í öðrum bókum. Það sérstaklega kaflarnir sem fjalla Vínarborg og Berlín og París sem ég hafði rekist á vísvegar og alltaf heillast af þessum köflum. Og svo náði ég mér í hann og las hann í gegn og ákvað að þýða hana. Því að mér finnst þetta bara að vera svona vitnisburður horfinn heim í Austur-Evrópu sem ekki mikið ritað og menning sem algjörlega horfin af þessu landsvæði. Veröld sem var. Já, en þetta ekki sama veröld sem var og vinur hans Stefán Zweig lýsir. Þeir voru miklu vinir og mátar og eftir að Stefán Zweig lagði þessa bók þá sett hann sig til dæmis í samband við Jósef Broz. En svo ég haldi áfram með þetta þá fór aðeins mig vegna bókarinnar og ég spurði sjálf mig fyrst, jæja, þetta nú kannski ekki réttasta innleggið inn í þessa umræðu sem núna og þannig ég las hann nú betur og þarna hann fer þetta inn á þetta efni sem í dag sem síonisminn en það algjört auka efni í bókinni og hann gagnrýnir hann svona aukalega til hliðar. Jósef Broz var svona fjölþjóða maður og hans mikli draumur og hans draumaríki var austurrísk-ungverska keisaradæmið því að þar gáttu þjóðirnar búið saman í einu stóru samfélagi, tiltölulega frjálsar með mikil réttindi og fleira. Þannig að hann leit á það sem besta staðinn fyrir sig. Já, svona líka dæmi hvernig við gætum haldið utan ríki. Já, sem svona dæmi hvernig við gætum haldið utan ríkið og þetta kaþólskan þar mikilvæg og svona. Gagnrýndan síonismann út frá því þeirri hugsun að það væri ekki eftirsóknarvert fyrir gyðinga að búa sér til sitt eigið ríki. Hann lítur ekki á það sem stóru lausnina. Hann segir mögulega getur það gengið upp og hann nefnir hérna nokkur lönd þar sem þetta var reynt, hvort sem var í Suður-Ameríku eða annar staðar. Hann bendir á að þetta alltaf viss krossför sem felst í þessu. En hann bendir líka á að þetta fólk sem að flýja undan gyðingaofsóknum og vill hætta að lifa í díaspórinu. Því að bara eins og við vitum að það hafa gyðingar í gegnum aldirnar, þeir hafa
svo að segja haft það gott í vissum þjóðfélögum og svo verið ofsóttir í öðrum og þetta alltaf bara eftir sögu og tímanum hvernig það Við lítum til dæmis á aldamóti 1900 í Vínarborg, þar sem þeir eru ofboðslega sterkir og öll svo mikla menning sem kemur frá þeim. Þó svo staða þeirra geti virkað sterk stund, þá hún raunverulega veik því þetta getur breyst næstu einni nóttu. Gerir það alltaf og hann vanur því og veit öll pógróminn og allt þetta en þetta ekki það sem að hann hyggur að sé besta lausnin því hann auðvitað bara vonast eftir að þjóðirna geti lifað saman í einu ríki. En það samt ekki aðalefni í þessari bók þó þetta vissulega komið til hliðar og hann nefnir upp af sionisman sem rauninni stofnaður af Theodors Herzl í Vínarborg árið 1896 sem minnir. Og fyrir svolítið sigur för og fyrir þann tíma eru líka komnir gyðingar að kaupa land þarna. Þessi bók skrifuð svona í kringum 1925-26, hún kemur út 1927 og í rauninni má segja að þetta sé vist varnarrit. Já, eins og ég segi þetta efni sem við vorum að tala núna, það aukaefni í verkinu. En á þessum tíma mikið af flóttamönnum úr austri. Það sem sagt fátækir gyðingar frá Austur-Evrópu sem að streyma á vissan hátt svolítið til vestursins. Fyrir kommunisman þá skiptist Evrópa líka í austur og vestur. Það bara svolítið þannig. Margir gyðingar voru búin að koma sér mjög vel fyrir, hvað sem í Þýskalandi eða í Austurríki sérstaklega og höfðu verið þarna lengi og við sjáum bara fjölskyldu Stefán Zweig bara tala þetta í því samhengi. En eftir fylgja, sérstaklega eftir fyrri heimsstyrjöld og eftir byltinguna í Rússlandi, þá verða svolítið ofsóknir í austri og keisaradæmið það fer. Austurríki Ungverjaland hættir að vera og þetta stóra fjölþjóðaríki sem var ótrúlega stórt og rúmaði marga þjóðir, það verður bara pínu lítið eins og við þekkjum Austurríki í dag. Minn en Ísland af flatarmáli og þetta bara hver sem kemur til Vínarborgar hann sér þetta bara höfuðborgin allt og stór fyrir þetta litla land því hún svo gríðarleg. Já, það passar ekkert inn í stærðarhlutföllin í dag. En þegar að yfirstjórnin í fjölþjóðlegu ríki fellur, að þá fellur líka oft vend minnihlutahópa sem að geta oft sótt vendina inn í yfir þjóðlega valdið sem að getur oft orðið í þjóðuríkjunum orðið fyrir ofsóknum. Við sjáum þetta bara í Júgoslavíu og þetta getur fundið endalaust dæmi þetta. Já. Og þetta gerist þarna? Þetta gerist þarna og gyðingarnir við lítum á gyðingar sem þjóð sem ég held að sé alveg rétt sem trúarlega þjóð og gyðingdóminn per se, svolítið þjóð án lands, þá eru þeir engu að síður öðruvísi þjóð en Rútenar og Pólverjar og Tjekkar og Úkraínumenn sem eiga svolítið sín föstu landsvæði innan þessa ríki, höfðu barist áður fyrir vissum réttindum sem að gyðingar gátu líka innan þessa stóra ríkis, en engu að síður hallar undan fæti þarna og það verður það bara og það sem mikla menning í Austur-Evrópu, það sem mikla jiddiska. Það mikill ortodox trúnaður og það má ekki rugla ortodox rétt trúnamenn saman við landtökufólkið. Það eru gjör ólíkir hópar því að rétt trúnaðar gyðingarnir í sjálfu sér á móti Ísraelsríki og á móti landtökufólki. Og á móti hernaði. Og á móti hernaði, við sjáum núna bara fyrir stuttu það að vera að skylda ortodox gyðingar til að fara í herinn í fyrsta sinn held ég. Og hann kemur úr þessu umhverfi og þetta mjög skemmtilegt umhverfi, þarna kemur klezmertónlistin, alls konar svona menning og í þessari bók þá, þetta á þeim tíma þegar eins og sagði þeir það verða meiri fátækt þarna og fleira og þeir leita til vesturs og það ríkja þá gífurlegi fordómar gagnvart austurgyðingum eins og hann kallaði á í bókinu Ostjúden. Ég tala bara austur-evrópska gyðinga eða gyðinga frá Austur-Evrópu og bæði meðal gyðinga sem hafa
aðlagast 100% í stóru borgunum, München og Berlín og líka í París og Vínaborg. Og horfa þá á gyðingana úr austrinu sem lítt þróaðri, frumstæðari. Vissulega. Líka hættan sem að þeir kannski vita í undirmeðutunni að þeir koma með svona meiri gyðingdóm að það marki þá freka frá samfélaginu. Þekkjum þetta alveg í flóttamanna umræði í dag. Það er fyrsta, önnur og þriðja kynslóð flóttamanna frá vissum ríkjum og það er stigsmunu þar á og hýrarkíur í gangi. Og þeir líta niður það. Þeir eru þá skítugri í raun og veru. Þeir eru ekki rakaðir. Þeir tala sitt skrýtna tungumál og svona og þessir fordómar breiða svolítið út. Þetta er líka mikill fjöldi sem kemur. Og það sem Jósef Roth er að gera í þessari bók, hann er að reyna að loka á þessa fordóma og réttlæta þessa austurgyðinga sem eru hans gömlu heimahagar og sér í lagi gagnvart vestur-evrópskum gyðingum. Þannig að hann fer ofan í menninguna, hann fer fyrst ofan í gyðinglega menningu í Austur-Evrópu, sögu þeirra svolítið og svo fer hann og tekur heimabæinn sinn Brody, sem er núna í Úkraínu, búa einhver gyðinga þar lengur, en þetta var áður gyðingabær. Það var bara eitt af bæði þjóðurum og Úkraínumönnum. Eitt af þjóðurum og Úkraínumönnum. Stökkt og flótta. Já, en það er ekki til þessi gyðingdómur í Austur-Evrópu eins og hann var til. Þetta er bara, ef við horfum á the Zone of Interest myndina, reykurinn sem lá í loftinu og lyktin sem að tengdamamma Höss flýr á þess að láta dóttur sinna vita, það er rauninni bara reykurinn af þessu fólki, austur-evrópskum gyðingunum, og það er ekki til lengur á þessum slóðum, þannig að á þann hátt er þetta horfinn heimur. Já. En þetta gerir hann á býsna skemmtilegan hátt og það er að forvitnilegt að borg, það er mikið léttúleiki yfir henni og hann notar Juden auf Wanderschaft, hann segir ekki Juden auf Wanderung og Wanderschaft er meira svona að vera flökkulíf eða á faraldsvæti eins og ég noti í titlinum. Þannig að hann í rauninni vitnar lítið inn í þessa þjóðsögu sem er mikið um gyðinginn gangandi. Sem er að gyðingar séu dæmdir til eilífsgöngu ferðalag og sem heitir að vísu er ólíkt hugtak eftir tungumálum því að í þýsku er notað þetta evige júde og líka í dönskunni den evige júð. Og þarna hann brýtur þetta upp með titlinu sem verður svona hress og skemmtilegur, Wanderschaft, eins og að vera á faraldsfæti. Eins og sé valkostur í lífinu. Já, og í raun viss valkostur í lífinu og viss lífstíll og viss gyðingdómur og þannig komu þetta svona tímabil þar sem þetta verður verra. Ef ég má svara fyrir okkur Evrópumenn að þá var þessum valkosti var bara hafnað með þjóðríkjunum. Það var bara ekkert rúm fyrir þetta. Nei. Það var einhvert fólk sem að leit svo á að það geti svona valið sér líf og stað og svona án þess að tilheyra þjóðríkinu og vera... Nei, hann bendir á það. Hann bendir á að þannig þjóðfélög hafa á þeim tíma fyrir 100 árum kannski verið að finna þarna í Kákasusfjöllunum og Armeníu og þá bendir hann á svona þjóðlausa þjóðir eða landlausar þjóðir. Rómafólk? Já, Rómafólk. Bendur hann á það eða? Nei, hann talar ekki Rómafólk. Hann talar ekki Rómafólk. Nei, það var náttúrulega með stöðu sem var enn lægri heldur austurgyðingar. Algjörlega. Þannig að það hefði ekki verið gott dæmi fyrir hann í svona sölumessku sinni að það ætti að taka á móti austurgyðingunum. Já. En þetta eru ekki hans tímar þarna því að þetta er tími þjóðríkjanna. Sem kemur þarna á síðasta þriðjung 19. aldar eða eitthvað kringu það. Saman tími og Ísland er að vera til sem þjóð sem við þekkjum í dag, sem sjálfstætt ríki og það er ekki beint tími gyðingan að vera að segjast, en bókin er mjög skemmtileg og hann fjallar hvernig þessi austur-evrópsku gyðingar eru búin að aðlaga sig áður, það eru rauninni þeir sem eru vestur-evrópsku gyðingar, en svo kemur þessi önnur bylgja upp úr fyrra stríði og hann talar hvernig þeir aðlagast og hvernig tekið á móti þeim og þá ber hann til dæmis saman Berlín, Vínaborg og París sem eru mjög skemmtilegi kaflar og fyndnir og svona og svo fjallar hann líka hvernig þeir fóru til Bandaríkjanna og þar fjallar hann líka fyrstu kynslóð og þetta nú heldur betur fólk sem verið að tala í dag
að það eru þessi ríku gyðingar þar sem eru fyrstu kynslóð, en þetta orðið önnur kynslóð hjá honum. Það líka fólk sem hefur auðvitað skrifað sögu, þess að fólk sem Singer og fleiri sem skrifar á jiddísku, ekki? Jú. Og er bara einhvers þar inn í Brooklyn og skrifar, og en hann er bara eins og maður sé alltaf í Austur-Evrópu. Og rótnafni er nú... Og finnur lyktina af súru káli og ég veit ekki hvað. Algjörlega. Þegar maður er að lesa hann. Þeir komu mjög margir frá Galísíu, gyðingarnir sem fóru til Bandaríkjanna á sínum tíma. En svo fjallar hann líka gyðinga í, ég segi bara Sovjet-Rússlandi á þeim tíma, sem hann leikur hann kannski örlítið meira á hjarta því hann var lengi mjög rauður og skrifaði talsvert fyrir vinstriblöð, en hann var samt fyrst og fremst menningablaðamaður og rithöfundur, gerði góðar sögulegar skáldsögur og svona, fjallaði mikið endalóg austurrísk-ungverska keisardæmisins, og það er svona eini kaflinn sem er aðeins svona þyngri í vöfum, og það er mikla breyting sem eiga sér stað þá. Bara kannski nöturlegasti kaflinn þegar hann er að lýsa lífi gyðingana í Ódessu, í gyðingahverfinu þar sem er mest fátæktinn og fleira. En hann var blaðamaður, eða ekki? Jú, hann var alveg... Var hann í Ódessu og var hann í París og var hann er að skrifa eigin... Hann er vitni af atburðunum sem hann að lýsa. Já, þess vegna var hann líka lengur að skrifa þessa bók því að hún styðst mjög mikið við vettvangsrannsóknir. En hlutinni voru svo fljótir að þróast í Sovjet-Rússland á þessum tíma, hann heldur ekki alveg við. Hann afsakaði sig svolítið að vera með rangar heimildir þar. En hann bjó lengi í Berlín og hann bjó mjög lengi í Vín og hann elskaði París yfir allt, það var hans staður. Þar fannst honum best að lifa sem gyðingur þó hann væri ekki í sínu tungumáli þar. Og þar var hann lengi fréttaritari fyrir Frankfurter Zeitung, sem hét þá ekki Frankfurter Allgemeine Zeitung, heldur Frankfurter Zeitung, sem var stórt og mikið menningar og líka pólitískt blað. Það var gyðingaanduð á þessu tíma og áratuginn hann undan og ekkert minni í París heldur en kannski í Vín. Honum fannst það vera minni. Í París? Já, þrátt fyrir Alliance Française og þrátt fyrir Dreyfusmálið á undan og ýmislegt, þá segir hann að Parísarbúar hafi ekki tíma til að hata annað fólk, af því að þau þurfa svo mikla lífsgleði. Og þá gleyma þeir því að þessu antisemitistar. Hann segir léttleikinn er svo mikill í þeirri borg að þeir hafi ekki tíma til að vera í vondu skapi eins og Berlínarbúa og Vínarbúa. Þeir hafi ekki tíma til að vera fúlir á móti, að því að lífið er skemmtilegt og ber að njóta og þá er ekki tími til að hafa andúð á öðru. Hljómar svolítið eins og Norður-Evrópu búið að lýsa suðrinu. En París er náttúrulega tilheyrir norðrinu, sko, þótt að Frakkland nái til suðurs. Ég upplýði alltaf París sem svona norður-evrópska borg, sko. Já, á vissan hátt, en hún er nú fyrst og fremst bara París. Sko. Herðu, en þessi bók kemur út. Og hann er að vara við að koma, ef að verið ekki, hvað við segja, svona unnið úr því, þessari komu gyðinga frá austri, að þá getið það leitt til vanda, ekki? Og það verður nú aldeilis. En þá er ég að velta fyrir mér, þegar þú varst að lesa þetta, það sem hann er að greina sem svona ógn, eða ekki, lítur þú á að það hafi vaxið og orðið haft þau áhrif til þess sem að seinna kom? Eftir þá að tala þegar kemur 1933? Já, bara gyðingahatrið sem að blossar upp í Þýskalandi og breiðið svo, náttúrulega er bara kveikt í Evrópu. Sko. Það voru allra þjóða kvikindi, það voru ekki bara þjóðurar sem voru að senda gyðinga í útrýmingabúðir, það voru úkrænumenn og það voru frakkar. Hann gerir sér grein fyrir ýmsu og það eru búðir þarna á þessum tíma, það eru öðruvísi búðir, það eru enga síður mjög slæmar flóttamannabúðir á þessum tíma eins og við þekkjum líka vonda flóttamannabúðir í Miðausturlöndum og Grikklandi þar sem að fólk líka deyr umvörpum og fleira og eru ömurlegar aðstæður og ómanneskjulegar aðstæður og það er líka á þessum tíma og hann gagnrýnir þjóðirna fyrir það. En þetta er ekki komið út í það sem síðar varð og hann segir nú bara 1925 hefur hann ekki komið auga á það sem betur fyrir. Hann er hins vegar með fyrstu skáldsögu sinni, Kóngulóarvefurinn, Spinninett, sem kemur út 1922, varar hann nákvæmlega við uppgangi Hitlers
og hann fjallar rauninni bjórkjallara uppreisnina og það allt. Og það er mjög áhugavert og hann sér gyðingahatrið koma upp en hann sér ekki 1925 eða 27 hvað það verður síðan 33. Hann kemur fljótlega auga á það eftir það, þá hann búinn að skrifa sín helstu skáldverk eins og Jobb eða Híob, sem svona mjög flott saga var uppáhaldsbók Marlene Dietrich og var kvikmyndi í Hollywood á sínum tíma og er svona Jobbs saga gyðing sem fer til Bandaríkjanna. Og hann búinn að skrifa Radetzky-marsinn sem svona hans varnarrit og virðingarvottur fyrir austurrísk-ungverska keisaradæmið og svona hans saknaðarbók gagnvart því ríki. Og svo sér hann allt stefna í óefni 1932. Já. Þá hann einn af þeim allra fyrstu sem fari í útlegð. En það töluvert áður en hann ritar þessa bók og þess vegna ríkir miklu meiri bjartsýni í þessar bók og hún miklu léttari og skemmtilegri og það gaman að henni. Hann bendir á ýmsa hluti og það ekki allt fallegt í henni en enga síður svífur svolítið léttleikin yfir vötnum og hann að hafa gaman af og hann stoltur því að eiga austur gyðinglegar rætur. Þú segir okkur að það sé ekki eins og að bara reka hníf í augunum okkur að lesa þessa bók. Nei, en hins vegar 10 árum eftir að hann ritar þessa bók, 1937, þá ætlar hann að gefa hana út aftur hjá Alertu Forlag sem var svona útlegðar forlag í Amsterdam, þetta áður en að Þjóðverjar taka Holland. Þá hefur dæmið snúist við og hann bætir við og það langur formáli sem hann skrifar sem ég hef þarna sem eftirmála. Mér finnst ekki gott að hafa það sem formáli. Ég þarf að taka fram líka hann var mikill drykkjumaður, Jósef Brot, hann var mikill alkohólisti og þarna enga síður mjög duglegur rithöfundur eins og fleiri góði menn og þetta tók rosalega á hann að þurfa að fara í útlegð og búið að taka allan lesendur af honum, geta ekki skrifað á sínu eigin tungumáli. Forlögin hans voru farin, allur lesendahópurinn, hann í útlegð í París. Og náttúrulega líka búin að eldast og þá það oft þannig að alkoholismin fyrir að grafa undan persónuleikanum og þóttu hafið þrek fram á fertugsaldurinn að þá alkoholistar á þessu tíma höfðu ekki mikið þrek á 50-saldri eða. Hann fullur af biturleik og gremju og búinn að fara svolítið illa með líkamann þó að hausinn starfi ágætlega ennþá. Og þá kemur þessi eftirmáli sem ég sitt inn í sem fylgir alltaf útgáfum á þessari bók af því að hann ætlaði að setja þetta inn í aðra útgáfu og það þyngri lesting því að þá búið að svipta gyðinga í Þýskalandi öllum sínum borgaralegu réttundum, meira og minna. Þeir sem eftir lifa bara sem einhvers konar skrítin minnihlutahópur með engin réttindi í þjóðfélaginu. Það búið að ríkið búið að taka allar eigur þeirra og þeir megi ekki stunda sína vinnu og eitthvað mega gera inn í sínum gettóum og svona. Og þá ástandið svart fyrir hann og þá segir hann þetta allt en hann upplifir, segi ég, fyrir hann betur fyrir ekki helfurina á sínum tíma. Þetta 39? Hann deyr 39, rauninu bara úr ofdrykkju. Hann var með svona, hann lifir þessi 6 ár í París frá 33 til 39. Skrifar mjög marga texta á móti Þriðja ríkinu og Hitler, fer á móti mjög mörgum mönnum og það engin miskunn hjá honum og þessi textar eru rosalega beittir og flottir á margan hátt en það mikill ofsi í honum og hann ekki, myndi ég segja, rökgreinandi. Honum liggur mikið á hjarta og hann notar stóra orð en það sem í lokin, hann hefur alltaf rétt fyrir sér. Tilefni til þess. Hann hefur tilefni til þess og hann hefur rétt fyrir sér en það þyngra yfir textun. Svo verður hann verður lögerðarsinni. Ég segi ykkur, þetta maður sem að þráir það að vera kaþóliki þegar hann gyðingur. Þegar hann orðinn kaþóliki því að hann tekur skírn, þá byrjar hann að elska gyðingdóminn og skrifa til dæmis þessa bók að þetta virðingarvottur gyðingdóminn. Og svo þegar stefnir í það að Þjóðverjar taki Austurríki 1938 með samþykki Austurríkismanna, eða bara Austurríki gengur inn í Þýskaland, mætti svo að segja.
þá reynir hann að þá fer hann til Austurríkis og vill stofna einhvað nýtt ríki með páfanum í Róm og gömlu keisarafjölskyldunni á móti nasismanum sem var alveg gjörsamlega galið. Það var nú bara næstum því að delera sko. Þannig að lögreglustjórinn í Vínarborg hann rekur hann bara upp úr næstu lest og sparkar hann heim til sín og segir ef þú ætlar að koma lífs af héðan áður en gestabók kemur til borgarinnar þá skaltu fara með næstu lest til Parísar. En að þú nefndir Stefán Zweig þá samt eitthvað líkt með þeim sem svona tilfinning fyrir horfnum heimi sem fallinn og hnignandi heimur. Já, hnignandi heimur, ég held það. Þeir eru svolítið gamaldags. Og snerti það þig að við værum kannski að lifa þannig hnignandi menningu? Ég sé rót ekki þannig sko. Ég elska svo mikið svona styttri textan hans og sérstaklega essayurnar hans. Hann skrifaði svo flotta text Berlín og París og gyðinga. Skáldsögunar eru fínar en ekkert í stóru uppáldi hjá mér en þetta eru mjög fínar skáldsögur. Hefur upp menninguna og mannin og húmanisman. Hann hefur líka þessa tilfinningu fyrir að okkur sé ekki að takast að halda þessu uppi og verja þetta og þetta sé að molna í höndunum á okkur eins og oft í svona endurlitis svona manna, eða ekki? Jú, vissulega og hann glöggsignar, hann sér þetta betur hvað að fara að gerast til dæmis en Stefán Zweig. Stefán svolítið bláiður á þessum tíma, sko, hann kemur ekki auga á hvað í gangi. Rót varar hann mörgu sinnum við, skilur. Þeir eru að rústa öllu og löngu áður en það verður, sko. En þetta maður sem elskar samt lífið á einhvern hátt og þarna finnst svo gott að skrifa mannfólkið. Það helst þeir sem að vara við ástandinu, því að það út af elsku við lífið, það ekki út af ást á dauðanum. Sko. Hann margslungin persóna þetta og svolítið klofin og hann mjög merkileg persóna og hann þarna, þess vegna hann ennþá vinsæll, hann fellur svo svolítið í gleymsku eins og margir höfundar eftir heimsstyrjöldina en hann hefur komið gríðarlega sterkur inn á síðustu árum. Sérstaklega líka í Frakklandi. Parísarbúar eru mjög stoltir af að hafa átt þennan rithöfund í Rue de Tournon sem rétt við Luxemburgargarðin í 6 ár þar sem hann hafði svolítið hirð í kringum sig og skrifaði mjög mikilvæga texta á Parísarárun sínu. Herðu, ég byrjaði að tala að svona bækur koma inn í hitta ólíka tíma með ólíkum hætti og út af ástandinu í Palestínu þá bókum svona hinn eilífa flótta gyðingana, þá hefur það eitthvað skildi. En þegar þú ert að lýsa þessu þá veltir maður fyrir sig hvort að þetta ekki eiginlega bara frekar erindi inn í Evrópu út af hvernig komið fram við flóttamenn í Evrópu og allt líka. Jú, algjörlega. Og það var annar maður fór að rúfa að tala við mig daginn einhvern tímann og þetta hefur fólk séð endurtekninguna Evrópumenn sé endurtaka söguna endurtekning á þessum flóttamönnum og það ekkert nýtt undir sólinni hvað það var og var líka fyrir 100 árum í rauninni ekkert ólíkt og verið að nota svipuð hugtök og það voru bara önnur landamæri og einhvers konar aðrar ástæður þó ástæðin í grunninn séu kannski þær sömu. Og hugmyndin leysir það bara annar staðar en í Evrópu. Það endurtekið mál og hann vinur Lítilmagnús, hann vinur kúaðra þjóða því að fyrir hann réttur einstaklingsins svo mikilvægur að það ekki að tróða á honum og þess vegna hefur hann líka samúð með Palestínumönnum þegar hann veit að landnumönnum þarna í kringum 1920. Hann segir landnumannir eiga aldrei eftir að geta verið þarna nema þeir fara að skjóta. Þeir ætli sér allt vel, ég ætla nú ekki að fara að tala þetta, ég ekki sérfræðingur í þessu málefnu og finnst erfitt að tala hvað í gangi þarna en hann hefur samúð með öllum kúuðum einstaklingum og þess vegna hefur hann meiri samúð með Palestínumönnum sem þurfa að víkja mögulega fyrir landtökufólki. Það sé ekki að byggja upp réttlátt samfélag á órétti? Aldrei. Að það sé aldrei að það kom alltaf til með að vera miklir árekstra þannig. Hann kemur svona óbeint orðum að því. Jón Bjarni, takk fyrir að þýða þetta og komið svo til okkar hérna upp í norðrið, í íslenskuna. Já. Takk.
Takk fyrir. Takk fyrir spjallið. Takk fyrir spjallið. Þetta eru lokin hjá okkur í kvöld á Rauðaborðinu. Ég þakka Jóni Bjarna og öllum gestunum sem hafa hingað komið og Birni Þorláks fyrir að hjálpa mér við að búa til þáttinn og Pétri og Laufi fyrir að taka upp og senda út. Ég þakka ykkur svo kærlega fyrir að breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Ég hvet ykkur til þess að láta vini og vandamenn vita af efni sem ykkur líkar hérna. Þannig hefur samstöðin byggst upp á góðri afspurn. Ég geti sagt frá því að það má finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum. Í útvarpinu 89,1 á höfuðborgarsvæðinu og það má sækja þær útvarpssendingar líka á spilarinn. Spilarinn.is er á netinu og svo er spilarinn líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Það sem er net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að fá sjónvarpið sitt hjá símanum. Það eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni. 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins hring, samfélagsumræði við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Samstöðin hefur verið byggð upp á stuðningi ykkar. Við mældum það í apríl, kannski við vorum að mæla þetta aftur. Þá voru tæplega 40.000 manns sem horfðu á þætti samstöðunar einhvern tíma vikunar. Af þeim hafa rúmlega 1400 gest áskrifundur og við þökkum þeim kærlega fyrir það. En það er einmitt fyrir framlag þessa fólks sem að við getum haldið samstöðin úti. Þú getur slegist í hópinn með því að fara inn á samstöðun.is. Það er hnappur sem ástundur áskrift. Það getur skráðið fyrir 2.500 krónur sem er grunn áskriftin. Það mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið. En það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er sem sagt komið hjá okkur í kvöld. Ég segi bara góða nótt og sjáumst á morgun klukkan 8 þegar Rauðaborðið hefst að 9. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.